Þá komið að 4. lið á dagskrá. Það strætisvagnar Akureyrar leiðakerfi 2020. Til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við hafum falið það verkefni að fjalla hér aðeins nýja leiðakerfi okkar, drögin að nýju leiðanetti fyrir strætó hér í bæjarstjórn. Eins og menn vita þá hefur verið í kynningarferli meðal bæjarbúa núna upp á síðkastið og kynningarferlinu lýkur faktisk hér á morgun en hins vegar þótt okkur ástæða til þess að taka þetta hér aðeins inn í bæjarstjórn, fá smá kynninga og svo taka þá einhverja umræður þetta ef við okkur hugnaða svo. En ég ætla að fá að deila þetta með ykkur glærum og byrja á því. Og þetta komið upp á skjáin hjá okkur, eða ekki? Jú. En þetta bara forsíðu myndin sem að þessu nýja leiðanetti og þetta kannast nú bæjarbúa við. Þetta hefur verið inn á netinu, bæði á heimasíðu bæjarins og síðan á Facebook síðunni. En þetta svona, ef við förum aðeins inn í þetta, að þá það spurningin af hverju við erum að fara út í þetta. Eins og þið vitið þá var leiðakerfið síðast endurnýjað á árinu 2016 og hugmyndafræðin á þeim tíma var í rauninni að svona útvíkka það leiðakerfi sem var til staðar og auka þjónustu við bæjarbúa. Því miður hefur niðurstaðan verið sú að frá því að nýtt leiðakerfi var tekið í notkun þá hefur farþegum einfaldlega fækkað. Og því var nú tekin ákvörðun af þessari bæjarstjórn að endurskoða þetta leiðakerfi og vita hvað við getum gert til þess að fjölga farþegum og auka þjónustu við bæjarbúa, vegna þess að það var ljóst að kerfið var ekki að nýtast bæjarbúum sem skyldi. Strax í upphafi var farið í þá vegferð að gera skoðanakannanir og svona átta sig á stöðunni. Það var gerð hér ferðavenjukönnun rétt 2018-19 og síðan var gerð skoðanakönnun í gegnum Gallup þjónustu strætó, auk þess sem að það var farið í það að fara í vinnu með rýnihópum og sérstök áhersla lögð á samtal við ungmenni og börn og það rímaði afskaplega vel við innleiðingu barnasáttmálans hér í Akureyrarbæ. Og niðurstaðan af þessari hvað við segja, rýnialdri var það að það sem upp úr kom var að núverandi leiðakerfi sem við erum með við lýði í dag, það sé ekki að henta nógu vel. Tíðnin ekki nógu mikil og farþegar þurfa gjarnan að ferðast langar vegalengdir með vögnum til að komast á áfangastað. En hvert verkefnið? Ef við skoðum aðeins tímalínu verkefnis þá sjáum við þarna að í nóvember-desember þá erum við með könnun meðal íbúa og samráði börn og unglinga, þar að segja nóvember og desember árinu 2019. Það var síðan stofnaður stýrihópur sem var skipaður fjórum úr pólitíkinni ásamt starfsmönnum, þar sem að stefnumótun á þessu verkefni var hófst og síðan í rauninni voru unnar fyrstu hugmyndir að leiðanetti í september. Þetta var náttúrulega svolítið svona, þessi vinna var svolítið skrítin á þessum COVID-tímum, við þurftum að breyta verklagi, við ætlum að kannski að vera aðeins fyrr, en engu að síður þá það þannig að fyrstu hugmyndir að nýju leiðakerfi eða leiðanetti komu í september og við síðan hófum kynningu og samráð við almenning og það hefur falist í því með því að vera með kynningu í bæði á netinu í Facebook síðum og síðan var haldinn í síðustu viku kynningafundur þar sem að fólki var búið að koma og vera með spurningar fyrir þeim sérfræðinga sem að voru að hanna þetta kerfi. Þetta var bara mögulega að segja að vinnan hafi verið þannig að þessi stýrihópur lagði fram stefnumótunina, síðan var myndaður svona vinnuhópur eða verkefnahópur í lok sumars og í honum voru það var sem sagt ráðgjafi verkefnis, það var fólk frá Eflu verkfræðistýristu og Strætó BS og síðan voru fulltrúar Akureyrarbæjar auk þess sem að í hópnum var fulltrúi notanda. Þannig að það var svona reynt að svona vinna þetta með þeirri nálgun að sjónarmið allra kæmu. En aðeins að stefninu og þessa breytingu á leiðanettinu, að stefnan í rauninni að við ætlum að bæta nýtingu þjónustunnar og þeirra fjármuna sem til henni varið. Nýtt leiðanett á að virka hvetjandi fyrir bæjarbúa til að nýta sér þjónustuna
og stuðla þannig að notkun bæjarbúa á vistvænni samgöngum með minni bílaumferð, mengun og svifryki. Þetta er metnaðarfull stefna og mjög sem sagt, lýsandi fyrir hvað við erum að stefna að í þessu verkefni. En stefnan er nokkuð skýr að við ætlum að bæta nýtingu þjónustunnar með þeim fjármunum sem til hennar er varið í dag. Við erum með öðrum orðum að ekki að bæta við fjármagni inn í reksturinn, heldur við að leita leiða til þess að þjónustan verði betri fyrir íbúa með því fjármagni sem ætlað er til rekstrarins. Svo til þess að segja ykkur það að þá er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 að framlag vegna strætó sé 230 milljónir rúmar. En hver eru svo markmiðin? Jú, meginmarkmiðin eru að tvöfalda fjölda farþega með vögnum í strætisvagna Akureyrar í viku hverri. Við höfum líka umhverfisleg markmið og þau eru það að sjáanleg fækkun bíla í umferðinni á Akureyri á virkum dögum, minni losun gróðurhúsalofttegunda frá bílaumferð, lægri toppar í svifryksmælingum á erfiðum svifryksdögum, minni kostnaður vegna viðhalds gatna. Og það líður síðan með félagsleg markmið þar sem að strætó Akureyri þykir raunhæfur kostur, þægilegur og einfaldur ferðamáti og það verði flott að ferðast með strætó. Já, markmiðið með þessum breytingum okkar er að gera strætó og raunhæfur valkosti við fleiri íbúa til þess að nota í sínum daglegum athöfnum. En ef við aðeins svona skoðum leiðarljós og nýjar áherslur. Þær tillögur sem hérna eru til kynningar og eru í rauninni verið að vinna með eru grundvallarbreytingar á því kerfi sem við búum við í dag. Lagt er til að hverfa frá hámarksþekju þar sem vagnar fara inn í öll hverfi og taka langa og lykkjótta hringi og taka í stað þess kerfi hámarksþátttöku. Það er að segja beinni leiðir og fleiri vagnar á hverri leið. Hér er að ræða nýja nálgun og hugmyndafræði. Á því byggjast leiðarljósin aukna tíðni, beinni leiðir og styttri ferðatíma. Á sama tíma geta vegalengdir að næstu biðstöð orðið lengri fyrir suma. Hins vegar er líka markmið að tengja betur en nú í núverandi kerfi skóla og frístundir og skapa möguleika á að tengjast við uppbyggingarsvæði í framtíðinni. Við erum í rauninni að segja svona með þessu kerfi að við erum að fara beinni leiðir og erfitt er að fara svona hringi, þannig að við erum svona þetta kerfi sem við erum að kynna núna, það gerir ráð fyrir því að það verði hægt að stækka þegar til framtíðar er litið. En aðeins að þessu kerfi okkar. Hér er lagt til að leiðina til samanstanda tveimur meginleiðum auk pöntunarþjónustu. Við erum að tala bláu leiðina, leið 1, sem ætlað er svona og kannski miðuð við unga fólki og frístundir og tengingu milli stóru hverfanna. Hins vegar erum við leið 2, það er að segja grænu leiðina. Þar erum við að tengja saman vinnustaði, miðbæinn og hverfin. Og svo erum við að bjóða upp á pöntunarþjónustu sem er nýbreytni og þar erum við að hugsa tengingu við innbæinn með þeirri þjónustu. En hver er væntanlegur ávinningur af þessu? Jú, við erum að tala að væntanlegur ávinningur er í rauninni einfaldara leiðnet. Það verða 2 leiðir sem leysa af hólmi 6 leiðir. Það verður auðvelt að læra þær og næsti vagn verður aldrei langt undan. Við ætlum að auka tíðni, stefnt að því að 15-20 mínútna tíðni á annar tímum á virkum dögum, klukkan 6-9 á morgnana og síðan aftur frá milli 14 og 18 á daginn og 30 mínútna tíðni þess á milli. Á kvöldin er síðan horft til 60 mínútna tíðni til klukkan 23. Við erum að ná fram tengingu milli skóla og tómstunda með þessu nýja leiðakerfi. Mun betri og hraðari tenging en áður milli grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og íþrótta- og tómstundastarfs. Og við erum að stefna því að foreldrar þurfa að standa í minna skutlu allan bæinn. Og ekki síst erum við að stefna því að verða með styttri ferðatíma í heild. Það verði minni bið eftir strætó og beinni leiðir. En skoðum aðeins tillögurnar af leiðum. Leið 1 er í rauninni miðuð unga fólkið, frístundir og tengingu milli stóru hverfanna. Hún verður þjónustuð af 2 vögnum á annatímum og 1 vagni utan þess. Leiðin liggur frá Skauthöll að Boganum. Leiðin er í þægilegu göngufæri yfir flesta grunnskóla og leikskóla bæjarins, framhaldsskólana, háskólan, Akureyri og stærstu íþróttasvæðin. Auk þess á leiðinni stóri vinnustaðir og stofnanir svo sem Sjúkrahús á Akureyri, Kaupangur, Hrísalöndur, Sunnuhlíð og Bjarg, svo dæmi séu nefnd. Leið 2 er hins vegar
tengir saman hverfin við miðbæinn og stóra atvinnusvæði og henni verður þjónustað 3 vögnum á annatíma og 2 utan þess. Leiðin nær frá Naustagötu milli Hagahverfis og Nausthverfis niður á Eyri upp að Holtahverfi og þaðan vestur í Síðuhverfi. Leiðin endar svo og snýr við á hringtorgi við Hörgárbraut. Markmiðið að tengja hverfið við miðbæinn, Glerártorg og við stóru vinnustaðinn á Eyrinni. Nýtist einnig til að sækja frístundir. Svo þessi nýbreytni sem við erum að bjóða upp á sem pöntunarþjónusta. Þannig erum við að tengja við innbæinn og þetta svipuð útfærsla og hefur verið reynt hjá Strætó í Garðabæ við Urriðaholt. Það verða fastar ferðir á annatímum en pöntunarþjónusta þess utan. En þetta eitthvað sem áttur að útfæra betur, en það verður svolítið verið í umræðinu hvort að við séum að sjá minni akstur þarna á morgnana fyrir fólk, en það verður stefnt að eins og kemur fram þarna að fasta ferði verði á annatíma, en með öðrum hætti heldur en hefur verið í dag. Ef við horfum aðeins á þetta leiðakerfi okkar eins og það lítur út í dag, að þá erum við í rauninni að tala að flestir séu, eða þetta sé í rauninni 300 metra þjónustusvæði. Og við sjáum þetta á skígðafletinum á þessari mynd, ef það sést vel á glærunum, þá í rauninni erum við að ná þarna ansi stóru hluta. Leiðirnar mætast á Þingvallastræti og Borgarbraut, og þannig að leiðarnir á að virka sem net, þannig að auðvelt verður hægt að skipta úr einni leið í aðra, þar sem leiðirnar mætast. Og auðvitað það þannig að það verður þannig að með þessu nýja leiðakerfi að einhverjir bæjarbúar þurfa hugsanlega að labba lengra í strætó heldur en að gera í dag, en hins vegar verða ferðirnar tíðari og ætti að þjónusta fólk betur. En við erum líka að horfa til framtíðar og eins og ég kom hérna á málinu mínu upphafi að þá í rauninni þetta leiðakerfi byggt upp þannig að það verði hægt að tengja við nýjar og framtíðarsýn. Auðvitað þetta lengri tíma mál við það ljóst að öll viðbót á kerfinu kostar peninga. En þarna eru tillögur að stækka leiðina til framtíðar. Þarna erum við að sjá fram á að bæta við Haga- og Holtahverfi og síðan atvinnuuppbyggingu nyrst í bænum. En þessi endurskoðun sem við erum að horfa til í dag, þar að segja þessi græna, bláa og pöntunarþjónustan, bundið við núverandi stærð og umfang og rekstrarkostnaðar á ekki að aukast. En eins og ég sagði hér í upphafi máls míns, þá hefur verið náið samráð núna upp á síðkastið. Það hefur verið kynning, þetta hefur verið kynnt á vefsvæði, sérstöku vefsvæði sem komið var upp á heimasíðu Akureyrarbæjar. Það hefur verið komið upp það gagnvirku korti sem að fólk getur síðan prófa sig áfram með. Athugasemdir og frestur til og með 18. nóvember, það að segja til morgundagsins. En í samtölum mínu við starfsmenn bæjarins og þeirra sem að sjá þetta, þá hefur verið mjög mikil og góð viðbrögð. Flestir af okkur bæjarfulltrúum sátum á kynningafundi daginn þetta strætókerfið, þar sem var verið að kynna kerfið og þar voru mjög líflegar fyrirspurnir og miklar skoðanir fólks á þessu kerfi okkar. Það endurspeglast í þeim athugasemdum sem hafa verið að berast. Þetta verður allt saman flokkað upp og unnið með það. Eins og ég sagði áðan, þá þarna verið að stækka leiðina til tillögurnar sem við erum að horfa á sem fylgir. Aðeins og langt hérna. En eins og ég sagði þá hefur við fundið fyrir mikil en það ekki gert ráð fyrir í okkar tillögu núna að útvíkka kerfið, þar að segja það ekki verið að auka fjármagn til kerfisins. Og athugasemdir sem hafa verið komið eru suma þess eðlis að þær kosta peninga og mörgum hefur verið tíðrætt tengingu við flugvöllinn, en eins og staðan í dag þá erum við ekki að hugsa það í þessu nýja kerfi, að það ekki verið að leggja til að tengja flugvöllinn í þessari tillögu, vegna þess að það myndi kosta töluverða mikla aukna fjármuni inn í kerfið, það liggur fyrir. En auðvitað þannig að það verða alltaf framtíðar hugmyndir í þjónustu og aukna þjónustu og það þarf að skoða áfram og þetta nýja kerfi gerir ráð fyrir því að sé hægt að bæta við kerfið án þessi rauninni að raska því, en allt það kostar peninga og það eitthvað sem við þurfum að horfa þegar til framtíðar litið. En aðeins aftur að tímalínunni, eins og við sjáum hérna, þá erum við hérna núna í 2020 október kallað, þetta aðeins dregist vegna COVID, en gert ráð fyrir því að þegar að þessum umsagnarferli lýkur og það nú þannig að starfsmenn Akureyrarbæjar starfsmenn kerfisins að vinna
í því að funda með hagsmunaaðilum núna næstu daga líka, þannig að þó að umsagnarfrestun ljúki á morgun þá ennþá verið að funda með einstaka hagsmunahópum á næstu dögum. En það er gert ráð því að endurskoðun að nýju leiðakerfi verði þá unnin áfram í næsta mánuði og síðan verði nýtt leiðakerfi kynnt og þetta eins og ég segi, þetta mun allt eitthvað færast til í tímalínunni vegna COVID, en síðan verður farið í það að útfæra tímatöflur og stoppustöðvar og vaktaplön út frá þessum hugmyndum og síðan verður farið í það að vinna á breytingar í innviðum og að innleiða kerfið og ef að líkum lætur þá verður það eins og þarna gert ráð fyrir í júní 2021, þannig að ég myndi segja að það myndi geta gerst fyrir haustið 2021 ef að allt gengur upp. En aðeins bara í lokin, forseti ágætu bæjarfulltrúar og góðir áhorfendur, ég reikna nú með einhverju sé að horfa á þetta heima, að við verðum átta okkur á því að nýja leiðakerfi í rauninni grundvallarbreyting. Þetta er ekki bútasaumur og það verður í rauninni, þetta gert til þess að koma til móts við ákall íbúa skilvirkara leiðanet, tíðari ferðir og styttri ferðatíma. Markmið okkar með þessu að nýta fjármuni betur, veita betri þjónustu en áður án þess að auka umfang kerfisins og bæta við nýjum þjónustusvæðum. En þessar tillögur opna hins vegar án þess að bæta við nýju þjónustusvæðum. En þessar tillögur opna hins vegar á þann möguleika í framtíð. En við lögum mikil áherslu á góða kynningu og samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Tillögurnar eru frá okkar fremstu sérfræðingum á þessu sviði. Við höfum fengið bæði samgönguverkfræðinga frá Eflu og Strætó BS til að vinna með okkur. En þau byggjast á leiðarljósum sem urðu til við samráð og gagnaöflun meðal íbúa Akureyrar. Nú erum við að bera þessar tillögur undir íbúa og leggjum sérstaka áherslu á skilgreinda hagsmunahópa eins og ungt fólk, eldri borgara, íþróttafélög, stóra vinnustaði og svo framvegis. Það verður alltaf svo að það verður erfitt að koma til móts við óskir allra, en markmið þessara breytinga að gera eins gott almenningssamgöngukerfi og mögulegt er. Ef það tekst, þá mögulegt að breyta ferðavenjum til lengri tíma með tilheyrandi jákvæðum félagslegum og umhverfislegum áhrifum. Og til þess er leikurinn gerður. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Lokið málsins, næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara þakka fyrir þessa góðu kynningu og ég er ofsalega lukkuleg með þessa nýbreytni hjá okkur að vera með glærur oftar og þetta er mjög upplýsandi. Mig langaði bara að segja hvernig ég horfi á þessar tillögur. Mér finnst svo gott að við höfum byrjað á því að tala við íbúa almennt vegna þess að samráðsferli eru auðvitað þannig að það er oft þannig að þeir sem eru óánægðir þeir láta í sér heyra, þeir sem eru ánægðir láta minni í sér heyra. Þannig að þegar við fórum út alveg í upphafi verkefnisins, þá var bara að tala við alla og það var mjög skýrt það sem kom út úr því, eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á, að það er svona ákall tíðari ferðir og svona skilvirkara net. Og það er alveg augljóst að þetta er ekki bæting fyrir alla. Þetta verður vonandi bæting fyrir hóp sem að við teljum mjög mikilvægt að þjónusta með þessum hætti, eins og að koma inn á kannski sérstaklega yngra fólk sem að hefur svona minni ráð yfir öðrum faramátum með einkabíl sérstaklega. Og í mínum huga er þetta þannig að það sem við erum að gera af því að við getum einfaldlega ekki leyft okkur að tvöfalda kerfið, þar að segja út frá kostnaðarsjónarmiðum. Við höfum ekki fjármagnið sem að það kostar til þess að gera skilvirkt kerfi með tíðum ferðum fyrir alla. Að þá eins og ég sé þetta, þá erum við að reyna að ná hámarks árangri fyrir þetta fjármagn sem við nú þegar höfum ákveðið að setja í kerfið. Og svona munum við komast að því hvort að það fólk sem að býr svona, má segja nógu nálægt til þess að hafa raunhæfa möguleika á því að nýta sér kerfið, hvort að það mun ganga eftir. Mun fólk nýta sér kerfið ef að það er nógu skilvirkt, hraðvirkt og gott. Og þetta finnst mér stóra spurningin sem við munum fá svar við.
innan nokkurra mánaða eða ára eftir að nýja kerfið kemur í notkun. Og ég vil segja ef það verður þannig að íbúar munu sjá hag sinn í því að nota kerfið þegar það orðið eins gott og það getur verið fyrir eins marga og við getum gert á þessum tímapunkti, þá verður mjög auðvelt fyrir okkur að taka ákvarðanir að setja meira fjármagn í kerfið til þess að þjónusta einmitt með þessum skilvirka hætti fleiri íbúa. Þannig að það það sem að mér finnst langmest spennandi í þessu og raunveru rökin fyrir því að við ákveðum að reyna að ná til allra og gera það illa, heldur en að hugsa við getum ekki náð til allra og gert það vel fyrir það fjármagn sem við höfum úr að spila. Þannig við reynum þá að ná til sem flestra og þjónusta með sem bestum hætti. Og mér finnst þetta bara gríðarlega spennandi og mér finnst þetta það sem að gefur í raun og veru strætókerfi á Akureyri bara tækifæri. Það svona sem við sjáum hvort að þetta kemur nokkuð tíðan til með að virka eða ekki. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir góða kynningu og ég vil lýsa ánægju minni með þessar tillögur sem eru komnar fram og þau markmið og þá hugmyndafræði sem að býr þarna baki og ég segi eins og bæjarfulltrúi Sóley líka að þetta mjög áhugaverð tilraun og mjög heiðarleg og sterk tilraun til þess að bæta þjónustuna og koma til móts við þá hópa sem að þurfa mest á henni að halda. Ég vil líka benda á það sem að kom fram hjá bæjarfulltrúa Guðmundi að reksturinn kostar á ári það bil 230 milljónir. Það auðvitað mjög há fjárhæð þannig að þetta metnaðarfullt verkefni hjá Akureyrarbæ að reka strætókerfi sem ókeypis fyrir íbúa og gesti. Og þessi fjárhæð samsvarar 12.000 krónum á hvert mannsbarn á ári eða 1.000 krónum á mánuði. Þannig ef við horfum á það þannig þá þetta ekki háar fjárhæðir en þetta hins vegar tilgangslaust ef að það ekki mjög góð nýting og almenn notkun á kerfinu. Og núna kemur það í ljós á næstu mánuðum og árum hvernig til hefur tekist. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin fyrir innlegg og kynningu. Ég vil taka undir það að mér finnst þetta mjög spennandi og fróðleg nálgun og mér finnst markmiðið og vinnuferli hafa verið í rauninni til mikillar fyrirmyndar og eitthvað sem við getum lært af held ég í öðrum verkefnum hjá okkur. Þetta ekki, við erum ekki að kynna hið fullkomna kerfi, við vitum það. Við erum að horfa út á ákveðnum forsendum hvernig við getum aukið notkunina og hvernig það getur gagnast fleirum betur og það auðvitað myndi ég vilja sjá strætó út á Flugvöll og strætó út í Kjarnaskóg og ég myndi vilja sjá strætó upp í Hlíðarfjall og ég myndi vilja alls konar út á Hrafnagil jafnvel, væri gaman og en það var ekki þannig sem að kannski við vorum að stilla þessu upp og ég sammála því markmið að setja börn og ungmenni í rauninni í ákveðin borgrunn og mér finnst búið að vera einstaklega gaman og ég vil nefna það að fylgjast með samráðinu og hvernig bæði nefndamenn okkar fulltrúar, ég vil senda ykkur rós líka til bæjarfulltrúa Evu Hrundar sem ekki á fundi í dag, að hvernig hefur verið að vinna þessu og líka bæjarfulltrúa Sóley fyrir svona að ræða aftur og aftur hvernig íbúasamráð geti virkað en líka starfsmönnum Akureyrarbæjar og Eflu sem hafa komið með mjög mikilvæga svona aðkomu bæði í kynningarferlinu en ekki síður að leiðakerfinu og auðvitað starfsmönnum strætó og svo framvegis að þetta til að breytast í ykkur Óskarsverðlauna ræðu þakkir til allt svo allra en mér finnst mikilvægt samt að nefna það að það bara ansi margir sem hafa verið að reyna sitt allra besta til þess að eiga í eins góðu samtali og hægt við þá sem að nýta kerfið og geta nýtt kerfið. Og þetta að segja það bara heiðarlega, 230 milljónir bara töluvert miklu peningar og þetta verður að nýtast eiginlega fleirum heldur en það hefur verið að gera. Það eiginlega staðreyndin.
Ég vonast til þess að þetta hjálpi verulega til varðandi skuttlið fyrir foreldra, en ég vonast líka til þess að við fleiri nýtum okkur strætó líka bara til þess að draga úr bílaumferð. Og ég vona að það verði eitthvað sem að við öll sjáum sem, sko í gamla daga var ekki droslega töff að taka strætó. Það var bara, maður var pínu svona second class að fara eitthvað í strætó. Í dag á það að vera flott, það á að vera umhverfisvænt. Við þurfum að horfa á það þannig hvernig markaðssetjum við. Ég er spennt að fylgjast með hvort að Vistorka haldi áfram með strætóskólan upp á kynninguna að gera. Ég vona að, eins og við höfum rætt oft að talningin verði varanleg og komi áður en að nýtt leiðakerfi tekur gildi. Ég myndi gjarnan vilja sjá góðar upplýsingar notkunina. Mér finnst líka spennandi hvernig hjól og strætó gætu unnið saman. Þar þarf að skerpa á því að það megi fara með hjól í strætó í fyrsta lagi og í annan stað kannski að skoða það hvort það ætti að verða hjólastöðvar við stærstu stoppustöðvarnar. Þannig að þegar það smá rúntur að fara að næsta strætóstoppistöð, að þá hreinlega kannski getur hjóla þangað annarkvort tekið hjólið með í strætó eða skilið þar eftir jafnvel í einhverju veðurskjóli. En þetta þessi grundvallar hugsun að strætó komi á kortersfresti á álagstímum og að það sé bara hægt að treysta því, finnst mér mjög spennandi. Það eru gallar, við vitum að það eru gallar, þetta kerfi mun henta sumum betur en öðrum og en ég held að þetta sé ákveðin tilraun til þess einmitt að bara hreinlega sanna hvort að strætó, fólk sjáu fyrir sér að nota strætó og vonandi í framtíðinni þá skapist forsendur til þess að halda áfram að byggja upp leiðakerfið. Bara takk til ykkar allra. Kannski að nefna það líka, ég er búin að hafa mjög gaman að því að fylgjast með eins og Instagram þegar ungmennaráð að sækjast eftir viðhorfi ungmenna á þessu nýja leiðakerfi. Það sem þetta mjög svona skemmtilegar hugleiðingar og miklar yfirlýsingar stundum að sjálfsögðu. En þakka fyrir í bili. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú aðeins að brjóta þessa halleluja samkomu sem komin í gangi hérna. Og það ekkert allir svona rosalega hrifnir af þessu. Ég svo sem kannski ekki manna bestur til að dæma það, ég fer aldrei í strætó. En ef þið horfið á þetta, þá til þess Oddeyrarskóli, hann alveg út úr þessu. Þar eru nú krakkar sem eru ekki kannski sterkastir í að sækja íþróttir og þetta mun ekki hjálpa þeim að vera skildir alveg út undan. Strætó hættur að ganga inn í Giljahverfið. Hann fer lítið inn í Síðuhverfið. Þetta mun því að meira skuld þar. Sko, ég gerir mér alveg grein fyrir að vera að reyna að gera eitthvað gott úr þeim peningum sem áttu að fara í þetta og eigi ekki að hækka budget í þessu. En ég svo hræddur að þetta sé alls ekki til þess fallið að muni fjölga í strætó. Og þegar verið að tala að fjölga í strætó, hvað verið að tala? Verið að fjölga úr 50 í 100 eða verið að tala 500 í 1000 á hvaða tímabili? Ég hef bara stórar efasemdir að þetta virki og við séum að setja peningana bara í rétt dæmi þarna. Þannig að ég vænti þess að íþróttafélögin séu nú að koma einhverjum tillögum inn. Ég hef heyrt að þau séu ekki sátt við þetta heldur. Og ég bara vona að þetta verði endurskoðað allverulega með það sem ég hef heyrt. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú ekki alveg sammála bæjarfulltrúa Hlyni núna, en ég alveg á sama stað á hann. Ég nota aldrei strætó og hef ekki gert hér á Akureyri held ég bara nokkuð tíman, en það mitt vandamál, en börnin mín hafa notað strætó og gera það að komast á æfingar og þarfandi götum, en eitt af stóru vandamálunum við strætisvagnakerfi eins og það núna náttúrulega í fyrsta lagi tíðni ferða sem hefur verið allt og lítil. Og það þó verið að bregðast við því hérna með því að hafa strætisvagna á 15 mínútna fresti á hverju stoppistöð sem ég held að sé algjör grundvallaratriði í þessu máli.
gerir mér alveg grein fyrir því að við erum ekki að ná að dekka allt svæðið. Hagahverfið verður út undan, Giljahverfið að nokkru leyti allavega efstu göturnar þar og það vantar upp á nálega við Holtahverfið líka, það er morgunljóst. En það er líka alveg rétt eins og hefur bara komið fram að það er ekki hægt að verða við öllum óskum, ítrustu óskum varðandi þetta kerfi miðað við það fjármagn sem við erum að setja í það. Nú ef við ætlum að fara, það er þá tvennt í því, það er að auka fjármagnið ef við ætlum að þétta kerfið ennþá frekar eða þá að fara að taka upp bara gjald í strætó og bæta þá inn í tekjum til þess að geta gert þetta. En við skulum muna það að það kostar á bilinu 40 til 50 milljónur á ári að bæta við einu vagni. Og það er bara það sem við verðum að horfast augu við og þetta kerfi byggir á því að vera með 4 vagna í ferðum. Það er þá kannski miklu frekar að við förum að skoða leiðir eins og er verið að gera í innbænum að bjóða upp á akstur með leigubílum á ákveðna staði ef að það er það sem er nauðsynlegt að gera. Eða þá ef að menn hafa einhverja lausnir sem eru betri en þessi þá bara vonandi fáum við bara að sjá þær. Ég er ekki endilega að sjá þær, ég er ekki með augun á þessu. En ég held að við þurfum á einhverjum tímapunkti að taka flugvöll og tjaldsvæði inn í þetta en ekkert endilega með fríum strætó. Og þá sérstaklega á sumrin. Svo langar mér bara til að benda á það að við erum náttúrulega að taka þá eins og þetta kerfi lítur út. Miðstöð strætisvagnanna sem hefur hingað til að vera niður í miðbæ og hún er bara komin úr miðbænum. Ég sé að það er ekki búið að staðsetja hana neins staðar í þessu kerfi eins og ég sé það, nema Guðmundur viti það. Því að hann var nú í starfshópnum. En ég held að bara samráðið íbúana sé það sem skiptir öllu máli svo við verðum bara að gera eins vel og við getum. Og ég held að þetta nálgist það mjög mikið. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna þessari umræðu. Ég er nú svolítið hissa, eða ekki hissa, ég ger mig alveg grein fyrir að þetta kostaði, en þetta kostar 3 til 4 manna fjölskyldu 36 til 48.000 krónur á ári, þetta kerfi. Og menn er að kalla eftir meiri og betri og bættari þjónustu. Mér finnst alveg ótrúlegt að við skulum vera með fría strætisvagna. Við erum búin að tala lengi Akureyrarkort og allt það og mér finnst alveg sjálfsagt að íbúar ákveðnir hópar, nemendur, öryrkjar, ellilífeyrisþegar og aðrir fengi frítt í strætó. En ég sé ekkert að því að fullfrískt fólk sem er að stunda sína vinnu borgi fyrir sína ferðir með strætisvögnum Akureyrar. Ég bara, og tala nú ekki utanbæjarfólk sem er að koma hérna. Lengi vel þá vísaði upplýsinga miðstöð Akureyrar ferðamönnum á að fara bara hringi í strætó því að við keyrðum í hringi en sem betur fyrir erum við að hætta að keyra í hringi og þannig að það er nú úr sögunni. Eitthvað fækkar nú notendum við það en við skulum vona að þetta leiðakerfi nýtist fólki betur. Það er búið að deila mikið á þetta kerfi að gangi ekki út á flugvöll. Ég er ekki tilbúin að styðja það að bæta við vagni til þess að auka álögur ennþá meira á íbúa bæjarins og fara að þjónusta fólk sem að örfá hræður sem að geta ekki tekið bíl af flugvöllinum inn í bæ. Ég bara gúttera það ekki og ef það á að koma strætó á flugvöllin og tjaldsvæði og svona þá finnst mér að það mætti nú tengja það bara við einhvern safnavagn sem að var reynt jafnvel fyrir 2 árum síðan og gekk kannski bara ágætlega. Þar sem að menn borguðu bara fyrir sína ferðir og mér finnst allt í lagi að fólk borgi fyrir strætisvagnaferðir af flugvellinum en að það sé ekki í boði bæjarins og skattborgara hér á Akureyri. Ég bara er ekki þannig þengjandi. Ég held að fólk hafi bara gott að borga fyrir þá þjónustu sem það er að nota. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það eru bara 2 atriði sem ég vil kannski koma á af því við höfum einmitt eins og bæjarfulltrúi Hlynur sagði þetta er hálfgerð halleluja samkoma. Við erum öll ótrúlega ánægð með þetta. Ég held að sé því við erum öll ótrúlega ánægð með að það eigi að reyna að bæta kerfið. En það er greiðlega mikilvægt að munum það að þetta sem er í kynningu núna er ekkert endilega endanlega útfærslan á kerfinu.
og það er mjög mikilvægt og það verður hlustað á þær athugasemdir sem koma, en það er samt alveg skýrt að verður ekki bætt í kostnaðinn í kerfinu. Þannig að en allar tillögur sem koma frá íbúum sem eru á þann veg að við getum gert þetta betur, að það verður auðvitað komið til móts við þær og þetta er gríðarlega mikilvægur þáttur í ferlinu, það er að segja að fólk sendi inn athugasemdir það sem betur má fara í þessu. Og svo bara einmitt af því að það er gríðarlega mikilvægt að setja þetta í samhengi og að þetta snýst fjármagn fyrst og fremst. Það er ekki það að við viljum ekki hafa frábært strætókerfi hérna í bænum. Og eins og ég sagði þá finnst mér þetta vera, og í mínum huga er þetta svolítið, ef að þetta gengur ekki upp, ef að þetta eykur ekki notkunina, þá er bara kannski ekki skynsamlegt að vera með strætókerfi á Akureyri. Og til að setja í smá samhengi, þá getum við til dæmis í staðinn fyrir að keyra þetta kerfi, þá getum við keypt og gefið 1500 íbúum rafhjól á hverju ári fyrir þennan pening. Þetta er svo gríðarlega fjármunir sem við verðum að setja í þetta. Þannig að auðvitað, mér finnst gott að við séum að gera svona, má segja svona loka tilraun til þess að fá þetta til að ganga, til þess að athuga hvort að fólk sé ekki bara til í að nýta sér þetta ef þetta er nægilega góð þjónusta. En ég meina annars verðum við bara að endurskoða þessa hugmynd í heildina hvort það á að vera strætó á Akureyri. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næst hefur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er ágætur umræður þetta kerfi. Það er eins og bæjarfulltrúi Sóley kom ágætlega inn á hérna í lokinu að þá er þetta í kynningar á samráðsferli og fólk er að koma með sínar athugasemdir við þetta og eins og hún benti á þá er þetta kannski ekki endalegt útlit á kerfinu. Hins vegar er það þannig að þetta má svona meginlínurnar eru lagðar með það í að búa til beinni leiðir og það er alveg ljóst að við getum aldrei með þessum sama fjármagn og við erum að leggja í þetta í dag, þá getum við ekki frekar heldur en með gamla kerfinu þjónustu alla íbúa bæjarins. Og það verða alltaf einhverjir sem að verða kannski fyrir minni þjónustu en við erum vonandi með þessu að auka þjónustu og fá fleiri til að taka strætó. Ég er ekki sammála bæjarfulltrúi Hlín það að ég vona ef ég segja bara ég ætla að vona að ég hafi frekar rétt fyrir mig að það muni aukast nýting á strætó með þessu nýja kerfi. Það getur ennþá að taka einhverjum breytingum en fyrst og fremst er það að vera að leggja upp með það að nýta þá fjármuni sem við erum með í dag. Það er svolítið við rættum hvort að ég fara að rukka í strætó. Eitt af því sem við verðum líka að hafa í huga það kannski þá að venja fólk og fólk að læra að nota strætó. Ég held til að mynda ef við værum að fara að innleiða núna þetta kerfi og segðum að við ætlum að rukka fyrir þá á sama tíma, það væri dauðadæmt. Við þurfum í rauninni að ala upp menninguna, það er að segja að fólk noti strætisvagna á Akureyri. Ég held til að mynda á sama tíma og við verðum að breyta þessu kerfi í dag og ætlum að fara að rukka, að það myndi vera, ég held að myndi ekki ganga upp. En markmiðin alltaf eru skýr, þau eru í það líka að reyna að draga úr mengun hér í bænum. Og það er það sem við verðum líka svolítið að horfa til. Við ætlum að reyna að fá fólk til að standa í minnaskutli og við ætlum að reyna að fá Pétur og Pál, mig og ykkur, til þess að taka hugsanlega strætó vegna þess að það er bara þægilegt, það er öruggt og það er cool og töff að taka strætó eins og sagði nú einhvers staðar í kynningu hjá okkar fólki á íbúafundi. Þannig ég held að við erum að horfa á þetta svolítið jákvæðum augum. Það auðvitað er það þannig að verða aldrei allir ánægðir og við erum að fá ábendingar og þeim verður svarað og það verður reiknað út hvort það sé möguleiki að gera þetta eða gera hitt, þar að segja að fara einhverja aðra götu heldur en í þessu kerfum, en ég held samt að það verða aldrei stóra breytingar frá því meginlínu sem þarna eru lagðar upp með. En ef við ætlum að fara að reyna að bregðast við því, þá erum við bara aftur komin í einhvern bútasaum og þá erum við komin aftur upp í einhver hringkerfi sem við erum að reyna að komast hjá. Við erum í rauninni að reyna að auka tíðna og ég meina það var bara kannski var það gallinn við þegar kerfið var innleitt árið 2016 að það var kannski ekki nógu mikið samráð og ég held að það íbúasamráð sem við höfum sett í gang núna og svo reynsla og þekking sem við höfum í rauninni aflað okkur íbúasamráð sem að bæjarfulltrúi Sóley hefur leitt í okkar kerfi, að hún er í rauninni að skila sér og við erum í rauninni að fara aðra leiði núna og vonandi verður þetta til þess að við fáum gott strætókerfi sem fólk er tilbúið að nota og við ölum upp hjá fólki að þetta sé valkostur til þess í rauninni að ná því
markmiði sem við erum að stefna að bæta þjónustu fyrir bæjarbúa, draga úr skulli og draga úr umhverfisáhrifum. Til þessi leikurinn gerður segi ég enn og aftur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þá segi ég umræðum þannig lið lokið.